Lilja Mósdóttir, velkomin. Takk fyrir. Þú þagfræðingur, þú þingmaður Vinstri grænna, þú barðist í búsáhaldabyltingunni, komst inn á þing með stórar og miklar hugmyndir, þú vildi breyta kerfinu, styðja fólkið í landinu og svo horfum við upp á það að það eru margir að gefast upp á stjórnvöldum. Við horfum upp á það að fólk upplifir það að ríkisstjórnin hafi brugðist og stjórnvöld, þingmenn. Við ætlum að ræða þetta, við ætlum að ræða endurnýjun á bönkunum, við ætlum að ræða framkomu bankana gagnvart skuldsettum heimilum, við ætlum að ræða ríkisstjórnarsamstarfið, við ætlum að ræða landsdómsmálið og prinsippin sem margir segja að VG hafi selt. Eftir þess að stuttur ræðu mína hérna, meðan ég býð velkona, þá ætlum ég að biðja þessum að horfa á viðbrögð fólks og sögur fólks sem birtist bæði í Kastljósi og DFF í vikunni. Í nóvember í fyrra vissi ég hvað stefndi. Ég fór frá Pontíu til Pílatusar. Ég skrifaði ráðherrum, ég skrifaði bankastjóranum, ég skrifaði bankastjórninni og ég fór niður í banka margar ferðir. Ég talaði við umboðsmann viðskiptamanna í bankanum til þess að fá eitthvað, einhverja lausn, einhvern fund. Nei, það var ekki. Þau sögðu við mig þessi fallegu orð, við höfum ekki verkfæri til þess að vinna með. Og ég er búin að biðja bankan, ég er búin að leggja dæmi á borði fyrir hann oftar en einu sinni að gefa mér tækifæri til þess að borga það sem ég fékk að láni. En þeir eru ekki til viðtals það. Þeir horfa eingöngu í stöðuna eins og hún er. Og þeir vilja meina það að þetta sé ekki ólöglegt lán, en það er náttúrulega að segja það allir sem hafa skoðað mína samninga, að ég fékk aldrei eitt einasta mynd. Ég fékk bara íslenska krónur. Núna er ég komin í þá stöðu að ég er bara með allt í skuld. Ég hef aldrei verið í vanskilum fyrir núna. Aldrei nokkuð tíma. Þegar það kemur að því að þú kveður þennan stað, hvaða tilfinningar bærast með þér þegar þú hugsar það? Það er bara þannig, mann langar ekkert að lifa lengur. Það er bara svoleiðis. Ég er búin að vera hérna að lifa og hrærast og haft þetta og svona og raunverulega sko, þá langar mann ekkert að halda áfram. Ég hef enga framtíð. Í raun og veru er það þannig að ég verð bara upp á ykkur aðra komin. Það er bara þannig. Ég á ekki séns í að leigja mér húsnæði. Það er búið að setja þetta þannig að venjulegt fólk, millistéttar fólk, kennarar og bara fólk sem er á venjulegum launum með fulla heilsu, það er búið að koma því þannig fyrir og er verið að koma því þannig fyrir að það verði ekki hægt að fyrir þetta fólk að búa í húsum. Þetta er í fyrsta skipti sem að ég er sko hræddur. Ég er hræddur fyrir hönd þjóðarinnar. Ég er logandi hræddur að þau raunverulega fari með okkur til helvítis. Magnús er logandi hræddur að þið, þingmenn og stjórnvöld, séu að fara með þjóðan til helvítis. Já, og ég get því miður ekki annað en tekið undir með honum. Ég hef lýst því yfir mér þess að opinberlega að ég óttist það að við séum ekki að gera nóg til þess að taka á skuldavanda heimila og fyrirtækja. Og að þetta aðgerðaleysi verði til þess að við sjáum fram á skuldakreppu. Við erum búin að fara í gegnum bankakreppu, gjaldmiðilskreppu og vissu leyti lýðræðiskreppu með kosningu bestaflokksins. Það sem blasir við núna er að við stefnum í skuldakreppu vegna þess að það er ekki pólitísku vilji til þess að taka almennt á þessum skuldavanda sem meðal annars skapaðist vegna þess að fólki var talið trú það að það væri hagstætt að taka gengistryggð lán. Vandamáli við lýðræðið er að þú þarft alltaf meirihluta. Þú þarft meirihluta þingflokksins, þú þarft meirihluta stjórnarliða til þess að koma í gegn þjóðþrifamálum. Og því miður að þá er það viðhorf margra vinstrimanna að fólk sem er í skuldavandræðum og greiðsluvanda að það sé órásíðu fólk, að það sé fólk sem að eyddu efni fram á þessum tíma. Upplifir það að þetta sé skoðun þingmanna?
Ég hef heyrt þessi rök, þó svo að margir þingmenn veigri sig að koma með þau fram, þá þetta eitthvað sem er notað meðal annars sem rök fyrir því að það ekki hægt að samþykkja frumvarp sem að ég flutningsmaður að kröfur eftir gjaldþrot fyrnist detti niður dauðar eftir 4 ár. Ég að tala 4 ár. Og sko, þá búið að hirða allt af þér þegar þú fyrir gjaldþrot, það allar eignir hirtar af þér. Og ég að segja fólki, þessi forsendubrestur sem varð, hann verður til þess að við munum sjá mjög stóran hóp fólks sem gjaldþrota. Og samkvæmt gjaldþrota skiptalögunum að þá geta kröfuhafar, endurlífga kröfur að halda þeim lifandi þar til að viðkomndir komin á grafabakkann. Þetta fólk má ekki eignast bíl. Og þú getur ekki unnið vinnu hér í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu nánast nema eiga bíl. Skulum heyra hvað Jóhanna Sigurðardóttir sagði 1. febrúar 2009 fyrir tæpum 2 árum þegar hún tók við sem forsætisráðherra. Við erum í þessari verkáætlun okkar fyrst og fremst á þeim stutta tíma sem við störfum fram að kosningum að leggja áhersluna á það að koma atvinnulífinu í gang aftur sem grundvallar atriði og að slá skjaldborg heimilin og tryggja betur öryggisnetið í kringum heimilin í landinu. Þarna notað orðið skjaldborg í fyrsta skipti að ég held, að minnsta kosti á meðan Jóhanna forsætisráðherra og það hlegið þessu orði í dag. Hvar þessi skjaldborg? Já, því miður því að ég held að þetta hefði getað orðið svona sameiningar orð fyrir það sem við þurfum að gera og fyrir þá endurreisn eða endurmótun samfélagsins sem nauðsynlegt. Reyndar komu þessu ummæli mér svolítið óvart frá Jóhannu vegna þess að í kosningabaráttunni í fyrra að þá talaði Samfylkingin alltaf bara að þau myndu tryggja aðgerðir eða úrræði sem að hjálpa þeim sem að í mestu vandræðum. Það nú reyndar hugmyndafræði hægri manna að velferðarkerfi bara fyrir þá sem að virkilega þurfa á því að halda. Hugmyndafræði grunnur norræna velferðarkerfinsins að við hjálpum öllum þeim sem að hafa orðið fyrir áfalli. Síðan jöfnum við í gegnum skattkerfið. En þetta í rauninni, ef við sjáum bara það kjarkmikla fólk sem kemur fram og segir hver staða þess hvernig bankarnir keyra það í þrot, hvernig úrræðaleysi stjórnvalda líka gagnvart bönkunum og gagnvart þessu fólki. Það hafa verið að tala alls konar úrræði sem hafa verið sett eins og greiðslu, aðlögun og ýmislegt annað. Þetta verið ekkert orðið þessu fólki til hjálpar og enn eru heimilin í landinu í skelfilegum aðstæðum. Þið algjörlega orðin ríkisstjórnin hún algjörlega orðin blind á hið raunverulega ástand? Býtu, þetta alveg dæmigerð viðbrögð kjósenda. Þið talið leið og þið sjáu eitthvað óréttlæti sem ykkur finnst óréttlæti þegar við að skipta okkur af. Síðan við sökuðum spillingu fyrir að því að við erum að skipta okkur af einstökum málum. En einstaklega kusu ykkur ekki bankana og yfirmenn þeirra og gerði sér vonur að þið myndu hreinsa til að minnstakosti beita ykkur í þágu skuldarana og fólksins. Og eftir því sem ég verið lengur í stjórnmálum þeim samfærðar verði ég það að við þurfum að taka okkur pólitíska ábyrgð á þessari endurreisn. Og hvers vegna getur þið haft þessi afskipti? Og þessi, til dæmis, það að búa til eitthvað millistig sem bankasýsla, milli þingsins, viðskiptanefndar og framkvæmdavalsins, gerir það verkum að við sitjum bara og erum áhorfundir eins og allir En af hverju búið þið þetta apparat til bankasýslu sem skapar ykkur í rauninni fjarvist frá því að bregðast við vandanum? Vegna þess að það var mikið talað það meðan að bankarnir voru í ríkiseigu að nú þið bara sama gamla kerfinu komið á og flokkarnir myndi skipta á milli sín auði landsmanna sem var inn í bankunum á milli flokksgæðinga. Og þar alveg þótti ástæða til að setja svona svona stofnun þarna sem myndi tryggja það að það yrði engin pólitísk afskipti af. En hvað viltu að gera? Ég meina, ertu þá að segja að þessi bankasýsla ríkisins hún sé bara þvælast fyrir og þið getið ekki beitt ykkur fyrir hönd ykkar umbjóðanda? Við í viðskiptanefnd, við eyddum öllum janúar í það að vinna með samtökum fjármálafyrirtæki að verklagsreglum
eða svona leiðbeiningum, pólitískum leiðbeiningum að vissu leyti það hvernig ætti að leiðrétta skuldir fyrirtækja. Já, og þið sendið þetta inn til bankana og hvað gerist? Já, og pólitísku skilaboðin sem að ég taldi að bankarnir hefðu skilið og náð voru þau að ef að fyrirtæki sem sagt, rekstrarhæft, sýnir hagnað, en lendir í því að hafa tekið gengistritt lán, til dæmis eins og kom hérna fram hjá Agnesi. Bæði með Agnesi og síðan Sigurplast. Og Sigurplast, það er nákvæmlega sömu aðstæðarnar, til þess að stækka húsnæðið. Að þá eigi að leiðrétta hérna, fjárfestingalánið og leyfa þessu fyrirtæki að halda áframrekstri með sama fólkinu. Þið sendið þessi tilmæli til bankana og þau virðuðu það vettu í. Þetta er semst tilmæli frá löggjafanum til bankana. Svona eigið að fara með einstaklinga sem í þessum aðstæðum og það er virt að vettu í. Já, og það virðist vera þannig að það sé breytt viðhorf inn í bönkunum. Að það sé hlaupin einhver aukin harka í innheimtuna og að ég hef heyrt þær sögur að bankastarfsmenn fá þau skilaboð að þeir eigi að hlaupa á eftir peningunum þar sem þeir finnast. Á sama tíma horfum við á það að til dæmis einstaklingur eins og Jóhannes í Bónus, hann lappar út með 90 milljónir út á Arion banka í eingreiðslu, hann fær að kaupa 3 fyrirtæki sem hann átti áður á 1200 milljónir og samt skuldar fyrirtæki hans, honum tengt og fjölskyldans 1998, Arion banka 50 milljarða. Hvernig, ég bara skil ekki þetta skilur það enginn. Já, ég vil náttúrulega ekki fara að elta einstaka einstaklinga eftir. Þú verður að nefna þetta. Þetta er einstakt dæmi og þetta er opinbert dæmi. Já, ég get ekki séð að þetta samræmist þeim pólitísku stefnu sem að við settum með þessum verklagsreglum. Ætlar að segja mér að Arion banki sé þegar búin að afskrifa þessa 50 milljarða á fyrirtæki 1998 og það sé bara ekki komið fram? Já, ég veit að Arion hefur leyfi til þess að afskrifa háar upphæðir þegar að ræða vildarvini sína og þeir virðast álíta Jóhannes í Bónus vera vildarvin. Þannig hann er vildarvinur en Magnús Magnússon er ekki vildarvinur og ekki Agnes. Nei, og ég hef varað við því að við séum að taka mjúkum höndum á þeim sem að skulda 100 milljóna og milljarða jafnvel á meðan að þeir sem að skulda 500.000 þeir þurfa að fara í gegnum nálarauga til þess að fá aðstoð. Þá segi ég bara, þetta er norræna velferðarstjórnin eins og var talað þetta átti að vera ríkisstjórn fólksins, vinstri, félagshyggju og hún lætur þetta viðgangast. Lilja, í alvöru talað. Já, þessi stjórn er í samstarfi hér við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þessi samningur sem við gerðum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hann felur í sér fullveldis afsal á 3 sviðum og það á meðal hvað varðar endurreisn bankakerfisins og þá á ég við að það er búið að láta Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eftir alla ákvörðuntöku varðandi endurreisn bankana. Það má til dæmis ekki taka neina ákvörðun bankakerfið nema að bera það fyrst undir fulltrúa hans. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki að búa hér til norrænt velferðarkerfi heldur skuldarkerfi. Markmið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er fyrst og fremst að tryggja það að íslenska ríkið greiði skuldir sínar. En hvað viltu þá gera að þetta gengur gegn í rauninni prinsipum til dæmis Vinstri grænna og þínum prinsipum að því við eigum að byggja velferðarsamfélag en á sama tíma erum við að draga úr velferð? Já, við vorum kosin til að byggja hér upp réttlátt samfélag sem að við myndum ná fram með norrænu velferðarkerfi. En hvað er að gerast þá vegna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins? Á sama tíma er hér í gangi samningur sem að gerður var í nóvember 2008 við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem að gengur þvert á það sem við vorum kosin til þess að gera. Og það hefur því miður ekki verið hér á Íslandi pólitísku kjarkur til þess að segja þessum samningi upp. Þú vilt segja honum upp? Ég vil segja honum upp vegna þess að hann var gerður til 2 ára. Hann átti að renna út 30. nóvember í ár. Markmiðið með honum var að byggja hér upp gjaldeyrisvarasjóð sem var 700 milljarðar. Við erum komin með gjaldeyrisvarasjóð á þessari stærð. Þannig að við þurfum ekki á meiri peningum að halda, lánum að halda. Þannig að þú segir að við gætum núna sagt samningi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
og byggt upp það samfélag sem við viljum. Sem við lofum í kosningabaráttunni. Þannig að við erum að svíkja öll loforð vegna þess að við erum orðin handbendi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það er bara það sem þú ert að segja. Og ef ég persónulega gerir þetta, Steingrímur og Jóhanna eldan fram í rauðan döðan Já, við Steingrímur og brjóta þá prinsipin. Við Steingrímur margótt tekist á það, hvort það ætti að segja upp þessum samningi og hann þeirra skoðunar að við að klára þessa viðbótar 9 mánuði. En á sama tíma til þess að auka trúverðugleika okkar á alþjóðamörkum. En á sama tíma, þá erum við líka, ég meina það stendur fyrir, það er búið að skera niður í velferðarkerfinu og það stendur núna líklega skýrt í fjárlagafrumvarpi að það er að skera velferðarkerfi niður 6% til viðbótar. Já, og það niðurskurður sem ég ekki tilbúin að fara út í og ég hef lagt til að við förum frekar í að skattleggja inngreiðslur, skattleggja séreignarsparnaðinn sem 250 milljarðar og síðan þá inngreiðslur hérna í frá. Þetta mun þýða það að við fáum inn í ríkissjóð skattgreiðslur upp á 100 milljarða úr séreignarsparnaðarsjóðunum. 100 milljarða og 13 milljarðar á ári. Og það hallinn á ríkissjóð. Við getum eytt með þessu láni sem vaxtalaust ef við förum þessa leið. Hver stendur í veginum fyrir þetta að fara í gegn? Steingrímur hefur sagt að þetta myndi skapa ófrið á vinnumarkaði ef við förum þessa leið. Þetta ófriður á vinnumarkaði, ég veit ekki betur en að vinnumarkaðurinn yrði nú bara, og þá ég að tala venjulegt launafólk, yrði nú bara mjög sátt ef við getum þurrkað út hallan og það kemur 13 milljarðar til viðbótarinn í ríkiskassan á ári og við þyrftum þá ekki að skera svona mikið niður. Hvar myndast ófriðurinn? Hjá toppunum á vinnumarkaði? Það hlýtur að vera hjá toppunum vegna þess að almenningur mun ekki finna fyrir þessari skattlækkun. Hann finnur ekki fyrir því. Á engan hátt. Nei, og þess vegna segi ég, menn alltaf að hugsa þá hvað segja topparnir á þessum og þessum stað. Gleymist alltaf að það bara fólk þarna fyrir neðan þetta efsta lag. Já, önnur rauk sem líka hafa komið fram það að við séum að ganga á framtíðartekjur ríkissjóðs, en þá mitt svar, við skulum reyna að brjótast út úr þessum vítarhring þar sem við skerum alltaf niður á samdrætti sem þá bitnar mjög hart á þeim sem kröppustu kjörin hafa og börnunum okkar og síðan aukum við útgjöld ríkissjóðs og lækkum skatta í þenslu. Ef ekki frekar að taka þessar skatttekjur sem munu komin í ríkissjóð þegar hér árar betur og eyða möguleikanum á að lækka skatta í næstu þenslu. Og svo segja sumir þetta ekki góð hugmynd að þeim kom fyrst frá sjálfstæðismönnum. Þannig að þá verður það snúast pólitík en ekki hvað er best. Já, og mitt svar það voru við ekki allt kosin inn á þing til þess að finna bestu lausnirnar sem kæmi sem flestum til góða. Er ekki það sem okkar verkefni? Það skiptir engu máli fyrir mig og á ekki að skipta neinu máli fyrir aðra þingmenn. Hvaðan hugmyndirnar koma? Sjálfstæðismenn voru við völd í 17 ár. Þeir þekkja allar matarhólur og ef þeir sjá einhverja matarhólur sem ég vissi ekki af, að þá bara fínt, þá bara förum við þangað og náum í þær tekjur sem við þurfum til þess að viðhalda velferðarkerfinu og jafnvel að hækka bætur þeirra sem á lægstu bótum. Þá ætla ég að segja annað líka. Sko, þið hafið skert bætur fólks. Já, við höfum ekki hækkað bætur í almannatryggingum. En þið ætluðu að verðbólgutengja þær og það hefur brugðist. Það bara svikið loforð hreinlega. Mér langar bara að spyrja þig í framhaldi af öllu sem við erum búin að tala og við erum búin að vera alltaf á persónulegum nótum varðandi einstaklinga sérstaklega. Mér langar að spyrja þig bara, ef þú værir ekki á þingi, myndirðu fylgja Magnúsi þar sem hann segir ég vil byltingu, ég vil ríkisstjórna burt, ég vil bankakerfið burt, myndirðu fara með honum á Alþingi núna og standa fyrir framan Alþingishúsið og berja á Búsáhöld? Ef ég að vera alveg hreinskilin og setja mig í þá stöðu sem ég var í þegar búsáhaldabyltingin byrjaði, að þá held ég að mér myndi líða alveg eins, að það væri tími til að aðgerða, tími til breytinga og tími til að breyta þeim sem eða skipta út þeim sem eru við völd. Lilja, þú ert að segja það að þú værir núna, ef þú værir ekki alþingismaður, þá myndur þú fara nýr á Austurvöll og mótmæla. Já, og ég hef þinni eigin ríkisstjórn. Ég hef oft velt fyrir mér hvort ég ætti í raun og veru með þessa skoðun að segja mér og kallinn varamann. Vegna þess að ég hef ekki náð fram þeim markmiðum sem að ég setti mér þegar ég fór inn á þing og það var að ná fram einu helsta stefnumáli VG sem eru róttækar þjóðfélagsumbreytingar. En
ég hef ekki gert það vegna þess að ég hef fengið mjög mikið stuðning frá fólki úr grassroots VG og líka fólki, venjulegu fólki sem ég hitti í Bónus sem kemur til mín og þakka mér fyrir að vera eina röddin eins og þau segja mjög oft inn á þingi sem tala þeirra máli. Og með þennan stuðning þá hugsaði ég verð að reyna áfram. Og þú ætlar að reyna áfram, en þú hefur velti fyrir þér að hætta þingmennsku Já. Og ganga út af því að þér ofbýður. Já, vegna þess að ég get ekki séð að ég hafi þingið með mér. Það, eins og ég sagði, það þarf meirihluta í þingflokknum meðal stjórnarliða til þess að koma málum í gegn. Og það hefur ekki verið meirihluti fyrir róttækum þjóðfélagsumbreytingum inn á þingi. Ég langar að spyrja þig þá bara Vinstri græna og prinsipin. Þannig að þess að þú ferð inn í flokk sem er með mörg prinsip og það er talað að þessi flokkur, sjálfstæðismenn gera grína þig og segja að það þurfi eiginlega að auglýsa eftir þeim stefnumálum sem að Vinstri grænir hafi ekki svikið. Já, og þetta er svona bara eins og fór rýtingi hjartasta vegna þess að við erum mjög mikið prinsipfólk en við kannski lítur staðan líka út þannig því að við erum í samstarfi við flokk sem hefur bara eitt mál og eina lausn sem að hann er búinn að fá svona, hálfpartinn í gegn og það er ESB aðild. En við erum með fleiri mál. Þennan flokk, þú ert að horfa upp á það. Segðu mér aðeins bara eins og kerfið innan Vinstri grænna, sem er bara eins og kerfið innan stjórnmálaflokkana almennt. Það eru þessi tveir leiðtogar sem binda ríkisstjórnina saman, síðan er þingflokksformaður og síðan er nánast bara fyrirskipun Lilja Hagaðir, samkvæmt stefnu flokksins. Nýrri stefnu flokksins þá, ekki endilega prinsipum hans. Er það ekki þannig? Já, það hefur verið gefið skyn meðal annars af forystunni að okkar stefnumál séu kannski ekki raunhæf við þær aðstæður sem við búum í dag og það þótti mér erfitt að hlusta á að því ég valdi þennan flokk út frá stefnans fyrst og fremst. Ég var ekki í pólitík áður og ég hef flakkað á milli vinstri flokka í gegnum tíðina og var nú reyndar búin að enda í VG með mitt atkvæði og ég er bara ekkit, ég lít einmitt á þetta bankahrun sem sko fyrsta tækifæri á minni ævi til þess að ná fram róttækum sko breytingum og vinstri áherslum. Fórst í vilsan flokk eða brást flokkurinn þér? Grassrótin brást mér ekki og hefur ekki brugðist mér. En þeir sem sitt í þingi og leiða flokkin? Ég bara skal vera alveg hreinskilin að það hefur valdið mér miklum vonbrigðum að vera meðal annars með alla þessa þekkingu á fjármálakreppum og öllum þeim mistökum sem hafa verið gerð af stjórnvöldum við að bregðast við slíkum kreppum að það er ekki hlustað á mig og það er jafnvel talað að það þurfa að skoða viðbrögð íslenska stjórnvalda við fjármálakreppinu og bera saman við viðbrögð annarra ríkja. Býtu, ég er búin að því, ekki bara ég nefndi Jón Danielsson og fleiri hagfræðinga og okkar tillögur meðal annars leiðréttingu, almenna leiðréttingu skulda byggja á lærdómi sem hægt er að draga viðbrögðum annarra stjórnvalda við fjármálakreppum. Og það er ekki Þú ert hlusta. að segja í rauninni að ef að Vinstri grænu væru einu við völd, þá hefðu hugsanlega þín mál fengið meiri hljómgrunn. Þannig að Vinstri grænir eru í rauninni... Ég held að segja, það er ekki nóg. Það er ekki nóg? Ég vil bara að stjórnmálum breytist. Þannig að þetta snúist ekki allt það að fylgja forystunni í blindni en miklu frekar að fólk sem hefur einhverja þekkingu þá fái leyfi til að koma fram með einhverja lausnir sem eru ræddar og skoðaðar. En ekki kæfðar. En ekki kæfðar og ég meina sá flokkur sem að ég sko held að hafa komið með bestu tillögurnar úrræði eftir hrun Framsóknarflokkurinn og hann hefur verið kæfður. Hans fylgi sko í sögulegu lágmarki. En þá áttu að tala 20% niðurfellinguna? Já, meðal annars og til dæmis frumvarpin í þinginu frá Eygló Harðardóttur að við setjum á fót ráðgjafarstofu
fyrir fyrirtæki í greiðsluerfiðleikum. Ég held að í samliði með öllum öðrum flokkunum, ríkisstjórnarflokkunum, velferðarflokkunum sjálfum. Ég vil samt minna á að það hluti VG sem sömu skoðunar og ég. Ég ætla að spyrja þig og koma aðeins inn á landsdóm. Og það kannski það sem menn að velta fyrir sér þingi dögum og vikum ég að ræða afdrif ráðherrana og þau eru ljós. Bara, mér langar að spyrja þig þetta atvik þegar Jóhanna Sigurðardóttir kemur upp og heldur sína ræðu. Hver voru þín viðbrögð í þinginu? Já, ég satt þarna á aftasta bekk þar sem sæti mitt og mér brá verulega. Hún gagnrýndi mjög harkalega nefndina og taldi ekki rétt að ákæra Ingibjörgu Sólrúnu. Já. Hvað sagður? Ég sagði sko stjórnarslit og kosningar. Þú kallaði það? Já, þetta voru svona bara fyrstu viðbrögð vegna sem mér fannst hún vera, þó sem hún hafi verið hrósa þingmannanefndinni fyrir góð vinnubrögð, að þá var hún að gefa í skyn að þingmannanefndin væri ekki með málefnalega ástæður fyrir ákæran, sem mjög alvarleg gagnrýni. Nú liggur niðurstaða fyrir? Já, þetta eru ákveðin hátt vonbrigði vegna þess að ég var sannfærð það að við hefðum efnisatriði sem að ættu að vera gild til ákæru eða ákveðna gjörðir sem að okkur væri skylt að ákæra fyrir. Þessi niðurstaði merkjum það að þingið allavega ekki tilbúið að gera upp hrunið og eins og margir erlendir þingmenn sem ég hef hitt hafa sagt við mig, þið eru þjóð sem ekki tilbúin að gera upp hrunið því þið viljið ekki borga skuldir ykkar og þá eru það að vísa í Icesave. Við tölum ekki í viku fyrir þið eru búin að gera upp þetta hrun. Og hvernig getið þið, út frá ykkar prinsipum, þið ætluðu að gera hana upp, hvernig getið þið þá starfa með þeim flokki sem vill það ekki? Ef að verður engin breyting, ef á að keyra þetta fjárlagafrumvarp í gegn, ef á ekkert að gera meira varðandi skuldamál heimilana og fyrirtækjana, þá vil ég kosningar, þá vil ég bara nýtt umboð. Lilja Mósdóttir, takk fyrir komuna.